Þá það CSS upprifjun, aðeins næra ykkur tíma en HTML-ið, en förum samt tiltölulega hratt yfir sögu. En til að byrja með CSS, hafa þessa músikasta frá okkur hérna. CSS stendur fyrir Cascading Style Sheets og Style Sheet Language, eða Style Sheet forritunarmál, þetta forritunarmál, sem lýsir framsetningu á skjali sem skrifið í einhverju markup-máli. Og við höfum notað með HTML. Og það sérstaklega hannað til þess að viðhalda þessum aðskilnaði efnis frá útliti. Og CSS eins og HTML staðlað af W3C og hefur verið til í þó nokkur ár, en svona grunnstaðallinn CSS 2.1 var samt ekki W3C recommendation fyrir 2011 eftir að þetta brösuga tímabil í sögu vefsins þarna á milli frá 2000 til 2009-10. Og alla breytingar þaðan í frá eru unnar undir þessum CSS 3 hatti og eru þá ekki í einum stórum spekk, heldur sem margir mismunandi litli spekkar sem að skilgreina svona módúla sem að bætast síðan við CSS hægt og rólega. Þannig að við höfum font face spekkin til þess að geta sótt leturtegundir eða aðra leturgerðir inn í vefinn okkar. Og við höfum flexbox og við höfum grid og við höfum og svo framvegis. En í CSS erum við að vinna með reglusett og reglusettin samanstenda af selektorum og skilgreiningum og við getum sett athugasemdir inn í stjörnu-komment. Og þetta náttúrulega þetta. Þetta ekki flóknara en það þegar við erum að vinna með CSS, málfræðilega séð, en í praxís síðan hafið þið kannski komist að því að þetta aðeins meira vesen. En þegar við smíðum okkar selektorinn okkar, þá erum við að smíða streng sem lýsir í hvaða element í HTML-in okkar eða því markup-language sem við erum að vinna við viljum finna til þess að setja stíla á. Og þeir skiptast í 6 flokka og við getum síðan tengt á sama með 4 gerðum af samtengingum. Flokkarnir eru type selector sem þá eitthvað heiti á elementi, universal selectorinn sem stjarna sem selektorar öll element, attribute selectorinn sem velur element eftir einhverju almennu attribúti og eða innihaldi, class selectorinn sem þá sértækur á attribute selectorinn og selektor eftir því hvaða class attribútið sett og við notum punkt með því. Þetta langmest notaði selektorinn. ID selektorinn sem virkar eftir ID attribútinu og síðan gerfiklasa sem velur hluti sem ekki hægt að velja með hinum. Og þá notum við tvípunktur þess. Og þá getum við notað það til þess að velja til dæmis first line eða eitthvað svoleiðis. Síðan höfum við samtenginguna og þá getum við samtengt selektora með bili sem þýðir þá seinni selektorinn afkomandi þess fyrri og stærra en merki sem strangt badn sem þýðir þá ekki bara hann sé aðkomandi heldur líka að hann sé og verði að vera badn fyrri selektorsins sem skilgreindur plus fyrir systkini sem kemur beint á eftir fyrri selektor og tilda sem þá fyrir systkini sem bara almennt systkini fyrri selektorsins og þessum selektorum getum við síðan blanda saman og haft marga samtengda, mörg bil og svo stærra en og svo framvegis. Þegar við gerum villur í CSS þá gert ráð fyrir því að við viljum ekki þá það CSS hannað til þess að fyrirgefa þessar minniháttar villur þannig að ef við skilgreinum eitthvað og gleymum tvípunkt eða semikomu þá í raun bilar bara sú yfirlýsing hjá okkur og ef við notum eitthvað eigindi sem óþekkt eða vafrinn eða það tæki sem að birta vefinn þekkjan ekki, þá bara yfirlýsingin hunsuð og haldið áfram að næstu sem þýðir að við getum í raun notað nýlegri CSS þó svo að ekki allir vafrir styðji það, þeir munu bara hunsa það en hins vegar munu meiri háttar villur stoppa lestur á skjali en frá þeim stað þar sem að villan kemur upp. Þannig að ef það helmingur á skjalinu lesanlegur, þá sá helmingur notaður, en ekki restin. Reglusettin síðan innihalda yfirlýsingar sem eru
aftur einföld í sínu sniði og það er eitthvað eigindi, eitthvað property, tvípunktur og svo eitthvað gildi. Og það eru mjög mörg mismunandi eigindi og mörg gildi en þau eru töluvert færri en eigindin öll sömul. Og gildin eru af nokkrum típum. Við getum verið með strengi og við getum verið með url eða uri og hérna er sagt url og þá getum við með url sem er síðan slóðin hérna og þá getum við nota þetta til að ná í myndir yfirleitt notað. Við getum verið með liti og það eru margar leiðir til að nota liti. Við getum verið með lykilorð, við getum notum það kannski ekki nema þegar við notum transparent til þess að fá gegnsæjan lit. Við getum notað RGB fyrir hexadecimal skilgreiningar á litum með RGB. Já, bæði með hexadecimal og RGB. Þannig hérna erum við með hex og RGB fyrir grænan lit. Og síðan getum við notað HSL, Hue, Saturation og Lightness. Síðan getum við verið með heiltölur og rauntölur með punkt, prósentur og hlutfallslegar einingar. Já, þegar við vinnum með þessar heiltölur til dæmis, þá getum við verið með ekki hlutfallslegar einingar sem við kannski notum ekki það oft og þá aðalega með pixlum. En síðan höfum við hlutfallslegu einingarnar sem eru aðeins flóknari og þá letur hlutfallslegu einingarnar og skjáprósentu einingarnar. En letur hlutfallslegu einingarnar eru skilgreindar út frá font size eigindinu og eru yfirleitt skilgreindar með EM eða REM og þær eru í grunninn 1 EM 16 pixlar í flestum, ef ekki öllum vöfrum í dag og við getum breytt þessu með font size og HTML. En síðan þegar að reikna er út úr EM-gildum þá er í raun farið gegnum svona smá æfingar þar sem að margfölduð font size gildin upp tréð þar til að þar til við komum að rótinni. Þannig ef að foreldri er með eitthvað font size gildi og barn skilgreinir font size með EM þá er horft til font size foreldrisins. Og það á ekki við REM, það hoppar bara beint í rótina og reiknar allt út frá því hvað er skilgreint á HTML. Síðan höfum við þessar skjáprósentu einingar sem að leyfa okkur að vinna þá með það hversu stórt viewportið, sem sýnilegi parturinn á glugganum er. Og við höfum viewport width og viewport height, þar sem er í raun 1 og upp í 100, þar sem að 100 fyllir upp í alla breidd eða hæð. Síðan, þegar við erum búin að skrifa CSS okkar og skrifa í þessum öllum mismunandi einingum, þá þarf vafrinn á einhverjum tímapunkt að reikna út úr þessu öllu saman og það er gert eftir ákveðnum reglum og með ákveðnum reikniritum og síðan er specificity og cascade eitthvað sem kemur inn í það allt saman. En specificity er þessi svona tölu líki eitthvað sem að segir til hversu sértækur selektor er og hann fær þetta A-gildi sem 1 ef það er skilgreint í style attribute, annars 0, B er fjöldi ID-selektora, C fjöldi attribute-selektora og gerfiklassa, D fjöldi elementa og gerfi-elementa og þessi er síðan öllu skeytt saman í tölu sem kallast sértækni og eftir því sem sértæknin er hærri, þeim mun líklegra er að sá selektor sé notaður til þess að reikna útlit ef að það eru fleiri selektorar sem að myndu líka skilgreina eitthvað. Og það er gert í gegnum cascadeið og það er það sem að finnur út úr því hvað nákvæmlega skilgreiningar eigi við hvert element og það finnur þá eru allar skilgreiningar fyrir öll element fyrir skilgreindir eru fundin og þeim er raðað og þessar skilgreiningar geta komið frá 3 stöðum, frá user agent sem er þá bara eitthvað sem að vafrinn sjálfur skilgreinir eða ég sem notandi vafrans get skilgreint, frá notandanum frá notandanum sem er þá ég sem að ekki user agent, og síðan frá höfundi sem er þá við sem vefforritarar að skrifa CSS fyrir vefinn. Síðan er þessu öllu raðað og þessu raðað í þessa hérna röð og þá er hérna sértæknin það sem við erum yfirleitt að vinna með að þegar við höfum P og P.fu þá er P.fu með hærri sértækni og allar skilgreiningar þar munur yfirskrifa það sem er skilgreint í P.
og ef að það í raun sama sértækni tala fyrir eitthvað element, þá ræður röð innan skjals því hvort sé notað. Og þetta þýðir þá að það skiptir engu máli í hvaða röð við viljum skrifa klass-attribútun okkar í HTML-inu. Við getum skrifað P, class, blue, red, en ef blue skilgreint seinna í CSS-um okkar, þá mun það alltaf fá forgang ef að blue og red bæði skilgreint bara sem klasselektorar, en ef annað væri skilgreint sem p.blue, þá myndi það fá hærri forgang. Þannig að þetta tvennt það sem við erum oftast að díla við þegar við erum að velja nákvæmlega hvaða elementa sem við viljum að fá að stíla. Og það þetta sem ræður og ekkert annað, ekkert í HTML-inu. Við getum skrifað yfir það með style, en það eitthvað sem við ættum ekki að vera að gera. En síðan höfum við þetta important og það svona, getur ýtt skilgreiningunum upp listan, þannig að þá í raun hoppum við yfir þetta hérna tvennt og förum röðum þessu strax hérna fyrir ofan, en síðan munum sömu reglur gilda fyrir hluti sem með important, og leiðum að byrja að nota important, þá maður að hunsa sértæknina, en þá aðrir hluti sem vilja verða breyta einhvern veginn útlitinu, þá fara þeirra setja important og við lendum í sömu vandræðanum aftur, þannig að nota important alls ekki góð hugmynd. Og síðan þegar það búið að finna allar þessar reglur, þá í raun reiknað út fyrir öll þau gildi sem verið að vísa í. Þannig ef að flóðið fann eitthvað gildi fyrir okkur eftir því að hafa raðið svo öllu upp, þá notum við það gildi. Annars einhver erfgildi, til dæmis ef við setjum font á HTML, þá erfist sú liturgerð yfir öll önnur element, og annars notuð upphafsgildi. Eins og til dæmis ef það ekki skilgreint position á elementum, þá position static upphafsgildi fyrir það eigindi. Og yfirleitt það ekkert mál, nema við getum í einhverjum tilfellum lent í vandræðum með það ef við erum að nota shorthand, til dæmis á padding, við setjum padding 0 og við ætlum bara að setja padding top 0 og þá óvart yfirskrifum við eitthvað annað gildi sem einhver annars hafi sett, eða þá við setjum background shorthandið sem að setja til dæmis background color sem transparent, en einhvers staðar annars staðar höfum við sett lit og þannig þá skrifum við óbeint yfir eitthvað sem við kannski ekki endilega ætluðum að skrifa yfir. Og síðan reiknað út úr öllum hlutfallslegum gildum eins langt og hægt þá eins og til dæmis ef við erum að vísa í hlutfallslega breidd með foreldri sem 100%, þá þurfum við að vera búin að reikna út úr því fyrir foreldrið áður en við getum reiknað það fyrir börnin. Og síðan í raun leyst úr öllum háðum gildum, þannig að það bara að byrja hérna, ok, þú ert með 100%, hvað viewportið, það svona 100%, það eru 800 pixlar, þá setjum við inn 800 pixla og svo farið niður tréð, allt sem segir with 100% út frá því, það verður 800, 50%, 400 og svo framvegis, og við fáum raungildi síðan eftir það sem raun búið að námunda þetta að einhverjum ákveðnum aukastaf, og þá betra að vera með fleiri en færri aukastafi. En síðan við ofta að vinna með CSS og við viljum resetta, þannig að við byrjum með eitthvað hreinan grunn og þá getum við sett element í núllstöðu. Við höfum notað svona fátækramanns resettið sem setur box sizing border box og margin 0 og padding 0 á marga hluti til þess að þurfa ekki til þess að gleyma ekki einhverjum marginum og paddingum og staðla það yfir alla vafra. Og síðan þegar við skrifum CSS þá notum við ekki ID-selektorinn nema að séu einhverja sérstakar ástæður út af því að það með hátt specificity sem við getum þá valdið vandræðum þegar við viljum velja eitthvað element og það ekki endurnýtanlegt af því að við megum þó svo við getum haft fleiri en við ættum að hafa aðeins eitt ID per síðu. Og síðan getum við nýtt flóðu til að minnka endurtekningar, til dæmis að skilgreina leturgerðina sem á öllu, ekki á hverju einustu elementi, heldur bara í body og nota það að flóðið erfir þetta yfir all önnur element. Síðan þegar við fyrir að teikna upp einhver ákveðin útlit, þá höfum við nokkra leiðir. Við höfum box módelið sem lýsir því hvernig réttind box fyrir elementir mynduð og þar þetta þessi reikni formúlu sem segir til hversu stórt það
í raun og veru þá í raun efnið okkar hérna, en síðan getum við verið með þetta padding og border og margin utan þetta sem stækkar elementið þó svo að það geti litið út fyrir að vera minna. Og við getum reiknað þetta bæði með box sizing propertyinu, það segir til hvernig við ætlum að reikna þetta, annarkvort sem content box sem sjálfgefna gildið eða border box sem tekur aðeins margin með reikningin, og það yfirleitt það sem við viljum af því það einfaldar mjög marga hluti í því að setja upp útlit. Síðan höfum við visual formatting módelið sem skilgreint í CSS 2.1 sem segir til hvernig block versus inline virkar, hvernig eðlilegt flæði, staðsetning með position og float hvernig þriðja vítin getur spilað inn í útlitin okkar. En eðlilegt flæði þetta áður en við fyrir að vinna með nokkuð og áður en við gefum því eitthvað sérstakt position eða eitthvað, þá höfum við annarkvort block eða inline og það skilgreint sem bara sjálfgefin gildi á öllum elementum. Article block, A-elementin eru inline og svo framvegis bara fyrir öll element. En síðan getum við breytt þessu og við getum tekið hluti úr eðlilegu flæði með CSS. Position stillir hvernig element hegða sér. Static þetta að vera í eðlilegu flæði og svo getum við sagt relative, absolute eða fixed eða sticky og þá getum við skilgreinta hvernig boxin okkar fara að staðsetja sig öðruvísi út frá óháð og ekki út frá eðlilegu flæði. Svo þriðja vítin leið og við förum að nota position annað en static, þá getum við fara að lenda í því að leggja tvö element eða tvö box og hvert annað, þá getum við stýrt í hvort þeirra birtist með því að eiga við seta index gildið. Við höfum float sem lefur okkur að fleita hlutum fram og tilbaka á síðunni, ekki mikið notað í dag, nefnum bara til þess að kannski fleita myndum til. Svo þegar við erum að vinna með CSS, þá gott að hafa í huga þetta progressive enhancement, að byrja á því að hafa það sem við þurfum minnstu mögulegra tækni til þess að birta, og það til dæmis bara að hafa skýrt áhugavert efni sem sett upp með aðgengilegu merkingafræðilegu HTML. Það nóg. Ef við myndum ekki hafa neitt CSS, þá ætti vafrinn að minnstakosti að birta þetta efni á lesanlegan hátt og ég gæti nýtt efnið. Síðan getum við bætt við einhverju grunnútliti og síðan einhverju flóknara útliti sem eftir vill minna stutt, og við getum notað til þess ýmis tæki sem að CSS býður okkur upp á eins og feature queries, ef við myndum vilja nota CSS grid til þess að breyta einhverju útliti á einhverju ákveðna síðan okkar. En í dag þetta nú orðið svona það sem að framþróunin í vöfrunum orðið það mikil að við getum notað yfirleitt allt svona frekar örugt sem við vitum að stutt af öllum vöfrum. Og síðan með JavaScript sem séð getum við bætt við aukinni virkni. Þannig að við viljum í raun fara úr hjólabrettinu í hlaupahjólið og hjólið á skúterinn. Það betra. En síðan eru margar leiðir til þess að eiga við aðra hluti en bara þessi box. Við getum átt við letugerðir, sem hvaða letugerðir við erum að nota, og við getum sótt aðrar. Og svo getum við átt við útlitið á textanum, við getum nota text decoration og svo framvegis til þess að breyta því hvernig hann hafa sér. Við getum nota bakgrunni og liti með background og color til þess að breyta því hvernig litasamsetningin á vefnum okkar eru, og gegnsæi og gradienta til þess að fara enn dýpra í það. CSS variables, ef við viljum einhvern veginn fara nýta sömu liti aftur og aftur eða sömu stærðir aftur og aftur í staðan fyrir að vera að skrifa alltaf og þurfa endur skilgreina marga staði. Getum við sett gutter, við getum ekki bara gert það í SAS, við getum líka nota bara CSS variables ef við erum ekki að nota SAS. Borders og skugga, CSS shapes, object fit, allt þetta höfum við notað til þess að koma hlutum öðruvísi fyrir eða breyta því hvernig þeir haga sér á síðunum sem við verðum að gera. Síðan það sem við notum mest til þess að stilla upp útliti flexbox, og það þá nýr módull í CSS 3 sem við skilgreinum að við séum að nota með display flex, og þá getum við farið að flexa allt sem inn í þessum flex containerum, og það kallað þeir hlutir inn í flex containerum kallað flex items, og við höfum sem sagt main axis og cross axis þegar við vinnum með þessi flex item,
og síðan höfum við leiðir til þess að raða þeim hvernig þessi flex item eru á þessum ásum með justify content, align items og align content og það eru síðan fleiri hlutir eins og flex wrap. Flex wrap, þegar við notum það, þá fyrir við að geta átt við þessa hérna með align content, hvernig línurnar raðast á milli á síðun okkar. Og síðan höfum við reynt að halda svona skipulagi á það hvernig við skilgreinum selektorinn okkar með því að nota BEM, en það er block element modifier, þar sem við höfum einhverja komponenta eins og takka. Síðan viljum við búa til einhverju fleiri börn undir þessum blokkum okkar og þá getum við notað element eins og button underscore price og modifier sem að breytir einhvern veginn blokk án þess að hafa áhrif almennt, eins og til dæmis búa til takka sem er breiðari eða takka sem er stærri eða minni eða einhvern veginn öðruvísi á litin. Þá getum við notað modifierina. Og síðan fórum við yfir responsive og ástæðan fyrir responsive að það var svona stórt og mikið árið var það að þá vorum við föst í því að vera svolítið mikið að smíða bara vefsíður fyrir eina skjástærð, fyrir eina tegunda tæki, en þá náttúrulega hafa þessi aukni fjöldi tækja aukist mikið og mun halda áfram að aukast og við viljum skrifa við allavega að hugsa það, hvað gerist fyrir vefinn minn ef að hann er birtur í einhverju svona nýju tæki, einhverju tæki sem ég gerði ekki ráð fyrir. Og þetta byggir á þessu sveigjanlegu umbroti, byggir á grind, sveigjanlegu myndum og miðlum og síðan seinasta sæti þarna CSS Media Queries. Þannig að við erum í raun að birta alltaf sama efnið með sama HTML-inu á sömu slóðinni og aðlaga okkur að því hversu mikið pláss við höfum og hvað er í boði í tækjunum sem við erum að birta þetta í. Og tengt þessu er þessi mobile first hugsun, þar sem við í raun segjum að fyrsta tæki sem ég hugsa er í raun minnsta mögulega tæki sem ég ætla að styðja, hvort sem það er einhver sími sem getur bara stutt 320 pixla breiða skjái eða kannski 400 í dag, og síðan hugsaum við upp á við. Og það neyðir okkur til þess að forgangsraða það hvaða efni á vefnum okkar er í raun og veru mikilvægast, af því að það er það sem við viljum líklegast birta efst eða fremst á vefnum okkar, eða efst, já. Og síðan aukum við og bætum hugsanlega einhverju við eða breytum útlitinu eftir því sem við fáum meiri breytt til þess að nota á vefnum. Og þetta er í raun forma af svona progressive enhancement, þar sem við erum í progressively að enhansa útlitið okkar með því að breyta því hvernig það er og nýta stærri skjái. Og tengt progressive enhancement er að nota svona graceful degradation og þá er það þannig hugsanlega að við byrjum á því að vinna þetta fyrir nýjustu tölvur á bestu nettentingum og síðan fyrir við að fá einhverja bug reporta og þá fyrir við eða að við hugsaum aðeins það svona í lokin, hvernig getum við látið þetta brotna svona gracefully. Þannig að þá getum við látið eitthvað líta skelfilega út, en það er tæknilega séð hægt að nota það eða við getum látið að nota það svona líta sæmilega út. En þetta er svona eins og með aðgengi að þetta er miklu flóknara að láta einhvern hlut vera responsive eftir að við erum búin að smíða allan vefinn, þá miklu erfiðar að gera hann responsive en að byggja hann responsive frá grunni. Síðan höfum við unnið með grind sem að getur verið svolítið skemmtilegt og challenging að vinna með, en leyfir okkur í raun að skilgreina vefinn okkar á mjög skipulegan hátt og sagt okkur nákvæmlega hvenar við eigum og leyft okkur að stýra betur því hvenar hlutirnir eiga að detta úr því að fylla út í 12 dálka niður í að fella niður í 6 dálka. Þó svo að við höfum notað 12 dálka grindur þá þeir alls ekki, það einu sem til, en það er að nota 6 dálka eða 18 dálka eða 96 dálka grindur. Og svo lengi sem við erum með eitthvað kerfi þá verður auðveldara fyrir okkur að vinna vefinn okkar. Media Queries leyfa okkur síðan að bregðast við í á einhverjum ákveðnum brotpunktum að eitthvað virki ekki lengur í þessari breidd, þá þurfum við í raun að hugsanlega láta það fara brotna niður og ekki vera 2 hlutir hlið við hlið, heldur 1 hlutur sem fyllir upp í allt plássið og næstu hlutur fyrir neðan. Og við getum notað max width og min width og blanda einhvern veginn saman.
Já, þannig að Media Queries og Progressive Enhancement er eitthvað sem virkar vel saman og þá byrja þetta mobile first að grunn selektorinn okkar sé að selekta það sem eigi að vera fyrir minnsta og svo nota Media Queries til þess að skilgreina hvað er að gerast eftir því sem við fáum meira pláss. Síðan þegar við erum að vinna með responsive þá höfum við þetta meta element eða meta attribute hérna viewport sem við verðum að skilgreina af því að það setur breidd viewportsins sem device width eða það er það sem við viljum gera sem leyfir okkur þá að skilgreina öll breakpointin okkar út frá raun breidd tækisins en ekki frá þeirri upplaust sem tæki hefur þegar mörg af þessum nýju tækjum hafa gífurlega háa upplaust og við getum sett aðra hluti. Síðan lokin fórum við yfir það hvernig við getum farið að láta hluti hreyfast á síðunum okkar og við getum gert það með transition og animation og transition er að láta eitt gildi breytast í annað á einhverju skilgreindu tíma og vafrinn sér síðan að brúa á milli þessara gilda og við segjum með hvaða hröðunarfalli á að brúa þetta sem er rúmfræðileg Bézier-kúrfa eða eitthvað lykilorð sem er tengt á ákveðinni Bézier-kúrfu sem er svona það sem við notar yfirleitt sem er þá eins og ease in, ease out, ease in, out. Síðan höfum við animation sem leyfir okkur að búa til þessa keyframes þar sem við skilgreinum svona lykilramma sem að síðan er transition á milli af vafranum og með þessu getum við búið til frekar flóknar animations og síðan þegar við förum að animata þessa hluti og transitiona þá viljum við halda okkur við transform af því að það færir alla virkni alla þessa vinnu við það að framkvæma transition og transformationi yfir á GPU-ið sem að gera það verkum að þetta tekur minni orku frá tækjunum sem við erum að gera þetta í og gefur okkur þá líka meiri líkur á því að við náum að birta þetta nógu hratt, þar að segja á 60 römmum á sekúndu að minnsta kosti. Svo í blálokin tókum við svona aðeins smá yfirferð yfir það hvað er svona hægt að gera til þess að forðast það að búa til forritara útlit. Þó svo þau séu ekkert slæm, það bara fólk sem er ekki forritarar hefur ekki gaman að þeim. En segjum þetta gott CSS.